Komið sæl. Ég heiti Vilborg Davíðsdóttir og ég ætla að segja ykkur svolítið frá nýju bókin minni sem var að koma út, Undir Yggdrasil. Hún gerist aldamótin 900 og aðalpersonan heitir Þorgerður og Þorsteinsdóttir. Hún sonardóttir Auðar Djúpbóku landnámskonu. En þó að Auði bregði aðeins fyrir sögunni þá var þetta reyndar alveg sjálfstæð bók og Þorgerður, hún á þann draum heitastan að verða völva og í upphafi sögu þá nú ekki sérstaklega miklar líkur á að það geti ræst en hún verður fyrir miklum áföllum og í gegnum þau og sára lífsreynslu að þá finnur hún sér á endanum leið inn í veröldu völvunar og sagan gerist við Breiðafjörðinn, svona fyrir hlutur sögunar. En síðan fylgjum við Þorgerði eftir þar sem hún stígur á skipsfjöl og siglir til Noregs og heldur þaðan síðan yfir fjöllin, austur yfir Kjöl eins og það var kallað, yfir til Jamtalands í Svíþjóð og síðan heldur hún vetri síðar aftur hérna á skip og siglir þá alla leið í Eystrasaltið til Kúrlands sem að í dag heitir Lettland, siglir í austurveg. Og þessi saga, hún fjallar öðrum þræði þá þrá okkar allra að vita hvað gerist næst, að vita hvenær erfiðleikunum linnir og hvað framtíðin ber í skauti sér, en hún snýst líka missi, það að sætta sig við sorgina og í henni líka fjallað ýmis mál sem að brenna á samtímanum og hafa þetta alltaf verið til alveg á sama hvaða tíma eins og kynferðisbrot gegn börnum, mansal, í sögunni breiður fyrir konu sem að seld úr Austur-Evrópu til Vestur-Evrópu, seld mansali og svona áfram. Þegar ég að skrifa þessar sögur mínar sem gerast í heiðni, að þá hlusti ég iðulega á tónlist til að koma mér inn í þessa veröld og hjálpa mér við að finna andrúmið sem í sögunni. Og mér langar til að leyfa ykkur að heyra svolítið brot af tónlist sem búin til af norskri hljómsveit sem heitir Vardruna og í þessum broti leikið á hafurshorn sem einmitt hljóðfæri sem að var alveg áreiðanlega til á þessum tíma í heiðni og kemur reyndar fyrir í bókinni. Ég ætla að grípa niður í sögunni þar sem á að fara að setja þing á Þórsnesi árið 901 og það Þorgerður, aðalpersóna sögunnar, sem að fylgist með þar sem að mikil skrúðganga manna kemur gangandi út eftir nesinu, út að þingbrekkunni þar sem að þinghelgunin á að fara fram og með eru kyndilberar, völva og að sjálfsögðu hofgoðinn sjálfur Þórólfur Mostrarskegg. Geil opnast í mannþröngina og fylkingin mjakast í gegn, áleiðis upp hæðina. Síðast gengur maður með hendur bundnar aftan við bak, teymdur áfram í reipi í lykkju hálshónum, klæddur dökkum vaðmálsserk sem gæti þó einhver tímann hafa verið ljósari af skellum hér og þar að dæma. Hann gneipur og dökkt hárið hangir ofan í augu, þó sést að hann rétt kominn á fullorðinsár, skeggið gisið eins og gjarnt hjá ungmennum. Þræll sekur þjófnað og brotthlaup, hafði Ósk sagt Þorgerði. Stal úr búri húsbóndar síns osti og hertum fiski í mal sinn fyrir strokið, dýrmætum járnöglum líka. Flest ár hefur Þórólfur fórnað nautkálfi eða svíni við setningu þingsins, en stundum manni, og þá jafnan ófrjálsum karli eða konu sem brotið af sér. Þræll sem fellur í sekt hefur ekkert að láta í bætur, annað en lífsandan í brjóstinu, skal brotin á steini innan dómhrings. Þannig lagan að hljóðan sögðu upp á hverju þingi og öllum kunnug. Samt sem áður skal alltaf einhver vesalingurinn álpast til að stela, ljúga, slá og jafnvel blóðga frjálsa manneskju eða hlaupast á brott. Það heyrir til undantekninga að strók heppnist,
Menn eru tortryggnir gagnvart þeim sem eru einir á ferð og það er með réttu, ef þau ekki vonlaust að fá skipsrúm án farareyris. Komist ófrjáls maður á flótta á annað borð burt úr sveit húsbónda síns, þá er eins líklegt að fyrsti veturinn sem hann þarf að þreyja í óbyggðum verði honum að fjörtjóni. Sá sem flýr er annað tveggja, sauð heimskur eða sattur lífdaga. Líf mannesku, jafnvel þótt ánauðug sé og sek, er hvað sem því líður dýrasta fórnin sem hægt er að færa ásum og djúpstæð reynsla öllum sem hana vitna, jörðuvætt lífsstreira manns, rammhelgur staður. Engu að síður er Þorgerður því fegin að hafa farið að dæmi Óskar sem bannaði sonum sínum að vera viðstættir og gefið Þorköllu ströng fyrirmæli að vera eftir í tjaldbúðinni með frændum sínum. Börnin eru enn of ung til að skilja blótið réttum skilningi og gildi þess fyrir goð og menn. Hún sveipar möttlinum þéttar sig þegar byrjaði að kula af hafinu. Í fyrstu er Þorkatla á báðum áttum og hikar stund inn í tjaldbúðinni eftir að bræðurnir eru farnir af stað, þóttir hafi lagt hart að henni að koma með sér. En tilhugsunin að vera alein þar eftir er á endanum ógnvænlegri en að fylgja þeim eftir út í ljósaskiptin. Hún grípur brúðuna sína og stekkur af stað, kemur til allra hamingju auga á þá í tæka tíð, rétt áður en þeir hverfa fyrir horn á stóru tjaldi. Bíð eftir mér, strákar. Þorsteinn surtur nemur staðar og snýr sér við, argur á svip. Hafðu hljótt, krakkakjáni, hvæsir hann lágt, ætlar að koma upp okkur. Hún svipar snöggt en sér ekkert lífsmerkin einstæðar í grennd og hver ætti svo sem að heyra til þeirra. Allir eru farnir út á þingstæðin á tanganum, utan nokkrir þrælar og ambáttir sem hafa nóg annað að starfa en að fylgjast með mannaferðum. Svo kemur frændi hennar auga á Emblu sem hún heldur upp að brjósti sér. Af hverju ertu að drösla þessari brúði með þér hvert sem hún ferð? Það snörlar hæðnislega í honum. En áður en henni gefst tóm til að svara fyrir sig, þrífur hann í lausu höndina á henni og togar hann af stað aftur. Við verðum að drífa okkur. Hún þorir hvorki að æmta henni skrenta þó þétt tak hans meiði hana og flýtir sér eins og hún framast getur, logræddum að mistiga sig og steipast á höfuðið þúurnar. En það er seinan að snúa við núna. Og þrátt fyrir allt er hún upp með sér yfir því að þau skuli vilja hafa hana með. Sem betur fer stjörnubjart, máninn kominn hátt á loft og bjarmi af kyndlum úti á tanganum vísar þeim skemmstu leið út á eiði. Ómurinn af söng og trumbusletti vex þegar þau nálgast þingstaðinn og hjarta Þorköllu slær örar. Bara þau gangi nú ekki beint í flasi á foreldrum sínum. Hvað sést til okkar? Spyr hún kvíðin þegar þau stansa við enda sandrifsins. Þorgils Örn verður fyrir svörum. Engar áhyggjur, segir hann, mildari í bragði en bróðir hans. Við förum upp eftir þarna megin. Hann bendur upp lága hlíðina að vestanverðu. Efst á hæðinni slétta og við getum hæglega horft þaðan niður í þingbrekkuna að þess að nokkur taki eftir okkur. Þorsteinn surtur sleppir takinu á hendi hennar þegar þau eru komin upp úr fjörunni og hún paufast á eftir þeim Þorgilsi sem fer fyrstur upp handlann. Hér er dálítið bratt og tryggar að geta borið fyrir sig báðar hendur ef manni skrikar fótur. Hún sér hálfpartinn eftir því að hafa tekið Emblu með, en við því er ekkert að gera úr þessu. Vertu óhrædd, barnið mitt, hvíslar hún að henni, slær þannig á samviskubitið yfir þessum óþægilega eftirþanga. Ég gæti þín vel. Og upp kemst hún klakklaust alla leið, dálítið móð, en ánægð með að hafa tekist að halda í við frændurna. Þessi ysti hluti tangans gnæfir all hátt yfir umhverfinu, en það er orðið of dimmt til þess að nokkuð sjáist inn til landsins. Beint yfir höfðið þó skær mánasigðin innan aragróa stjarna sem varpar daufu bliki yfir sjálft Þórsnesið. Ládauður sjórinn, líkt og skorinn af tunglskinsrákinni, er svartur á að líta. Áfram nú, fylgi mér. Þorsteinn heldur á staði átt að brúninni, þar sem bjarmar af eldi neðan úr brekkunni hinum megin. Leiðin er yfir slétt graslendi, auðvelt yfirferðar og fyrr en varir eru þau komin að klettadræginu sem byrgir sín austanvert. Hérna, inn í skarðið. Hann gefur þeim Þorgilsi bendingu að elta sig inn í skoru á milli hamraklappa sem standa þvert eins og hleðslugarður, litlu lægri en börnin. Bilið er rétt mátulegt til þau komast þar fyrir hlið við hlið. Þorsteinn innst, þá Þorgils og Þorkatla á endanum og hæðin sömuleiðis þannig að þau hafa góða yfirsýn án þess að nokkur hægt að sjá að þau sjáist sjálf.
Syngjandi mannsöfniðurinn við brekkuræturnar er að mestu hjúpaður myrkri og Þorkatla kemur hvergi auga á foreldra sína eða systkin, ómögulegt að greina þar einn frá öðrum. Hins vegar standa kyndilberarnir ásamt fleira fólki svo hátt uppi í brekkunni að hana óar við nálægð þeirra. Andlitin böðu birtu eru hörkuleg, líkt og meitluð í stein. 4 eru hvoru megin við Þóról Mostraskegg og feitlagna konu búna fuglsgrímu sem slær trumbu. 9. kyndilberinn er við stakan klett aðeins ofar og þann þekkir hún samstundis, bræðurnir sömuleiðis. Þorgils Örn grípur andan á lofti. Pabbi. Ótótlegur grannholda maður er hjá honum, hendurnar fjötraðar aftan við bak. Þegar hann snýr sér lítið eitt, tekur hún eftir því að Hallsteinn Þórólfsson heldur í reipi hnýtt hálsónum. Hornablásarinn Einar Gellir er þarna líka, sem og frændi þeirra Björn Austræni, með skinnmöttul á breiðum öxlum, en bringan og handleggirnir ber, svo að við blasa myndirnar einkennilegu sem dregnar eru á húð hans. Goðin koma því aðeins að þinghaldi að það sé helga þeim með fórnarblóði, höfðu bræðurnir sagt henni, en kálfurinn sem þeir fullurtu að yrði skorin í því skyni sést þó hvergi. Þórólfur Mostraskegg lyftir höndum og þögn færist yfir, svo digra með gogginn hættir að slá trumbuna. Einar Gellir ber hafurshorn að vörum og langur tregafullur tónn smýgur rökkvað loftið. Þegar hann deyr út er allt hljótt í nokkur andartök. Svo heyrist lágt snöggt og Þorkatla áttar sig á að sá fjötraði grætur. Skínið af kyndlinum lýsir upp andlit hans. Það er krímugt af óhreinindum og tárin mynda ljósa rákir á kinnarnar áður en þau tínast í reytingslegu kjálkaskegginu. Hallsteinn kippir í hálsfjöturinn svo að maðurinn hratar við, steinþagnar. Nefni ég til þess vætti alla, viðstadda frjálsa menn og mynduga að ég lýsi staðarhelgi á Þórsnesi. Rödd goðans er djúp og sterk, berst alla brekkuna. Lýsi ég véböndum, griðum og sáttum, lýsi ég þinghelgi og lýsi ég blóthelgi. Svo hjálpi mér Freyr, Njörður og hinn almáttgi Ás. Hann snýr sér að syni sínum og gefur honum bendingu með höfuðning. Hallsteinn stakar harkalega við bandingjanum svo hann fellur fram fyrir sig og ofan á steinin, beint á kviðinn. Þorkatla heyrir hvernig hann sýpur kveljur, hljóðið sogandi, augun klemd aftur af sársauka. Svo opnar hann þau aftur, eldbjarminn glampar í þeim svo þau sýnast sem gullnir dílar. Maðurinn horfir út í myrkrið með vangan í klöppina, engu líkar hann að geti séð til barnanna 3 sem gæjast yfir brúnir klettana fyrir ofan. En þó er það varla mögulegt. Eða er það? Hún hörfar eilítið, beygir sig í hnjánum og færir höfuðið niður fyrir gnípuna. Hjartslátturinn dynur fyrir eyrum. Lítur á bræðurna. Þeir eru báðir opinmyntir, álkurnar teygðar fram. Hvað er að gerast? Hún réttir hægt úr sér á ný, vill ekki, en vill samt sjá hverju fram vindur. Þórólfur Mostraskegg og konan standa beggja vegna við manninn á steinunum. Hún hefur dregið rýting úr slíðrum, hann heldur á stórum hamri. Þór, þigg þú þetta blæti. Þórólfur hefur hamarinn á loft í báðum höndum. Svo gerist allt í senn á augabragði. Takk fyrir.